37.000 Íslendingar skora á Alþingi að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu eignarhald á orkuauðlindum Íslands. Já, og aftur hingað þeim. Gestir Karaoke Marathons fögnuðu ákaft þegar ljóst varð að 37.000 manns höfðu skrifað undir áskorun til stjórnvalda eignarhald á orkuauðlindum og nýtingu þeirra. Okkar maður Jónas Margeir Ingólfsson var í Norræna húsinu þegar takmarkinu var náð. 37.000 manns hafa nú skrifað undir áskorun til stjórnvalda eignarhald á orkuauðlindum og nýtingu þeirra. Undirskriftum fjölgaði verulega eftir að Karaoke Marathon til stuðningsmálefninu hófst á 5. dag í Norræna húsinu. Við viljum að fólki fá ákveða sjálft hvort það vilja halda orkuauðlindunum og aðgangnum að þeim og hvernig á að nota það og nýtinguna. Já. Og ætlaði að vera hérna áfram frá miðnætti? Verða miðnætti miðnættis og nú líka svo mikið að öðrum bæjum búin að bætast við. Selfoss og Akureyri voru með og Bolungarvík og svo er að koma Höfn í Hornafirði og Stykkishólmur og það er að bætast við alltaf fleiri staðir. Og jafnvel næsta helgi verði eitthvað út á landi þannig að þetta verður líklegast ennþá hærra upp. Þannig að þetta verður hópsöngur allt land? Já, við ætlum bara að syngja þetta auðlindirnar aftur til okkar. Enn er sungið í Norræna húsinu en talið 1.500 manns hafi lagt leið sína þangað í dag. Mikil fagnaðarlæti brutust út þegar umsjónarmenn marathonsins tilkynntu fjölda undirskrifta og hvatti Björk gesti Norræna húsins til að taka undir í hópsöng. Fjöldi fólks hefur lagt leið sína í Norræna húsið síðustu daga til að þenja raddböndin í Marathon Karaoke. Karaokeið er haldið til að minna á undirskriftasöfnun að eignarhald á orkuauðlindum var í þjóðaratkvæðagreiðslu. Meira en 38.000 manns hafa nú skrifað undir áskorun að Alþingi láti fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu eignarhald og nýtingu orkuauðlinda. 3 daga Karaoke Marathoni sem haldið var til þess að vekja athygli á marstaðnum því lýkur í kvöld. The robe and crown, good Lord, show me the way. Þeir voru á öllum aldri og misjafnlega lagvissir, söngvararnir sem létu í sér heyra í Norræna húsinu í dag. Yes, they all come to meet me. Táta, etagata. Þegar að koma og syngja hérna í dag? Til þess að sýna að allir verða að skrifa undir á orkuauðlindir.is. Áfram Ísland. Eru þið vanar að syngja í karaoke? Nei, eins og sást. Þetta er búið að ganga bara alveg ótrúlega vel og búið að vera svo mikið stuð, einhvern veginn bara alveg frá fyrstu mínútu. Og undirskriftirnar hrönnuðust inn. Við erum komið svona hefð þegar við náum stórum tölum, þá förum við öll upp á svið og syngjum. Og við vorum að ná ekki bara 35.000, heldur 36.000! Við erum komin upp í 35.000 sem við stemdum á, af því það var, ríkisstjórnin var búin að segja að það væri, Jóhann var búin að segja að það væri það sem væri hægt að taka marka á og þá yrði að hlusta á það. Og svo núna er bara landsbyggðin alveg að það er að ryggast upp karaoke samkomur út allt land og undirskriftirnar þar hrúast alveg inn. Svo ég hugsa við bara náum 50.000.